Nú ætlum við að rúlla okkur í fyrsta hlutan úr öðrum kaflanum úr bókinni Eðlisfræði 2, en þessi kafli fjallar um þrýsting. Þrýstingur er ákveðin kraftur sem verkar á flatarmálseiningu. Hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir að ef við erum með tvö fyrirbæri eins og hérna þessa skeið, þetta eru tvær samskonar skeiðar, sem er þrýst niður á hendi hérna, og ef við ímyndum okkur að krafturinn sé jafnmikil sem þrýstir þeim niður, bæði hér og hér, þá myndum við finna mikið meira fyrir þessu. Það er vegna þess að hér er lítið flatarmál sem snertir hendina á meðan það er mikið flatarmál hér. Þannig að krafturinn sem er notaður til þess að þrýstu sig niður, hann dreifist meira hér heldur en hér. Þess vegna er þrýstingurinn meiri hér heldur en hér, og þá finnum við meira til. Þetta nota menn líka ef menn vilja fljóta til dæmis á snjó, þá göngum við til dæmis á skíðum, því að skíðin auka flatarmálið á fótunum á okkur. Þess vegna getum við flotið ofan á snjó sem við myndum sökkva ef við værum bara í skóm. Því að með því að auka flatarmálið þá dreifum við þyngdarkraftinum á stærra svæði og myndum þar af leiðandi minni þrýsting. Þetta er líka notað í stórum jeppum, þá hleypa loftin úr til þess að gera dekkið stærra, dreifa þyngdina á stærra svæði og þá flýtur bíllinn frekar á snjónum. Þrýstingur er mældur í nokkrum einingum eins og millimetra kvikasilfurs PSI, en við notum aðalega Newton á fermetra sem er líka kallað Pascal. Loftþrýstingur er til dæmis mældur í hektopaskulum. Hektopascal eru samskonar, þetta hekto í hektopascal er sama einingin og til dæmis í hektometrum. Hekto þýðir 100, þannig að 1 hektopascal eru 100 pascal. Ástæðan fyrir því að maður nota hektopascal en ekki pascal er að í pascalum væri þetta alltaf stórar tölur, svona leiðinlega stórar tölur. Alveg eins og við notum kílómetra þegar við mælum lengdina til dæmis frá Reykjavíkur til Akureyrar en ekki metra, því að metratalan er ansi stór. Þrýstingur í vökvum stafar vegna þyngd vökvans. Þetta finnum við mjög vel ef við köfum til dæmis niður í djúpa sundlaug, þá finnum við þrýstingin í eyrunum, finnum vatnsþrýstingin ýta á hljóðhimnuna og það getur verið óþægilegt. Og eftir því sem fyrir dýpra þá eykst þessi þrýstingur, því þá er meira vatn fyrir ofan okkur að ýta niður á okkur. Það myndar meiri og meiri þrýsting eftir því sem fyrir dýpra. Arkimedes, hann skoði þetta mjög mikið og þetta á, ég raun ekkert bara við vökva, þetta á við loft líka. En hann setti fram lögmál sem að segir að hlutur sem er settur í vökva léttist þyngd þess vökva sem hann ryður frá sér. Hvað þýðir þetta? Jú, ef við setjum stein sem er akkurat 10 cm á kant, lengt, breidd og hæð, hann er þá 1 rúm desimetri og það er nákvæmlega 1 lítri. Ef við setjum hann í vatn, þá ryður hann frá sér vatni og léttist nákvæmlega 1 lítir. Þannig að því að eðlismassi vatns er 1, að þá er 1 lítri 1 kíló. Þannig að steinninn myndi léttast 1 kíló. Sama má segja svona skip, þau ryðja frá sér einhverju vatni, en af því að það er svo mikið loft inn í þeim, þó að þau séu gerð úr stáli, að þá fljóta þau samt í að loftið inn í þeim, við þurfum að finna heildar eðlismassa alls skipsins er minni, eðlismassi skipsins er minni en eðlismassi vatnsins og þess vegna fljóta þau, og það er í raun svona afleiðsla af lögmáli Arkimedesar að hlutur flýtur í vökva ef eðlismassin er minni en eðlismassi vökvans. Sama á við loft, eins og við sjáum hérna loftbelgjuna. Ef að eðlismassi alls loftbelgsins með körfinu og öllu saman er minni en eðlismassi loftsins í kring, þá flýgur hann. Ef ekki, þá rappar hann niður. Því þetta er alltaf spurningum, þetta er í grunninn þegar við erum að spá í hvort að hlutir fljóta eða fljúa, þá eru 2 megin kraftar í gangi, það er að segja lyftikrafturinn upp og svo þyngdarkrafturinn niður, og þetta er bara spurningum hvor krafturinn er sterkari. Lyftikrafturinn sem að myndast vegna þess að eðlismassin er minni þarf að vera sterkari en þyngdarkrafturinn sem togar þetta niður til þess að þetta fljóti eins og skipin eða fljúi eins og loftbelgurinn. Við notum líka þrýsting til þess að dæla eða dreifa vatni. Þessir tankar hérna sem eru undir perlunni, þeir voru byggðir langt á undan perlunni eða glerbyggingunni ofan á og voru upphaflega settir hérna til þess að geyma vatn og er ennþá notaðir til þess að geyma vatn og þessi ekki vatni þeim öllum í dag. Þessir tankar voru settur upp á hæð til þess að geta nýtt þyngdarkraftin til þess að dæla vatninu síðan yfir í húsin. Vatninu er dælt þarna upp en svo þarf ekkert að dæla því yfir í húsin. Og af því þetta er upp á hæð, það eru líka svona tankar upp á
grafarholtinu, þá lekur vatnið sjálfkrafa í hús sem að eru jafn há og tankarnir eða lægri, og með því að hafa þá upp á hæð þá eru flest húsin í kring lægri. Þó við séum með háhýsi sem væri mjög hátt og meðan efstu hæðirnar eru lægri heldur en tankarnir hérna, þá lekur vatnið sjálfkrafa bara með þyngdarkraftunum alveg upp á efstu hæðirnar þar eftir leiðslánum, og þess vegna setja menn vatnstanga yfirleitt eins hátt upp og þeir geta. En þá er þessu lokið.